Liðið var klikk. Fyrsti stafur eins og Engilbert. Annar stafur vaff eins og what up. Tredje stafur eins og alltíða. Ég rennandi blöytur maður. Ég leit bara upp á svona helling í þessari konni og eitthvað. Nei! Það er ekki. Ekki sofna í vinnunni. Næst kíktum við á körfuboltasnillíka í Laugagötu. Við erum hér með körfuboltasnillíkana Steina og Tinna. Segðu mér Tinni, hvað eruð þið búin að vera að spila? Steini Þristur. Ég hitti alltaf úr 3 stiga. Segðu mér Tinni, hvað hefur verið að gera þetta lengi? Ég byrjaði að körfubolta eitthvað kringum 12 ára og byrjaði það bara, þú veist, ég var alltaf bara að spila í bílskunum heima og svo byrjaði ég að spila 12 ára og ég er bara núna að spila síðan þá. Alltaf reglulega, sko. Og hvað heitir lið? Ég er búinn að líka vera síðan ég var 7 ára eða eitthvað. Þú veist, ég spilaði í bílskunum hans áður en hann spilaði. Og hvað heitir liðið ykkar? Sko, þar sem við erum bara 2 í liði, það er ekkert búið að skráða niður, það er ekkert samþykkt lið eða eitthvað. Þannig við köllum okkur bara Hvítu drekana. Hvítu drekana, það er enginn. White Dragons. Segðu mér Tinni, hver er svona hápunktur ferilsins? Þegar ég var 19 ára þá fórum við út og keppum við á móti, fórum við til Hollands og kepptum við á móti Flúgelsund sem er 4. besta liðið á vesturströnd Hollands og við skoruðum alveg einhver körfur sko, það var alveg fjör. Segðu mér Tinni, eru þið með einhverjar sérstakar venjur eða eitthvað svoleiðis eins og til dæmis að vera í sömu brókinni alltaf eða? Sko, Við spilum reyndar aldrei í brók, en veist. Ég veit nú ekki með Steina en ég spila hann alltaf í brók. En hvað segir mér, hvað gerir þú svona fyrir leikinn? Já sko, mamma eldar alltaf kjúklingar svolítið alltaf mér sko og drekkur hún í bena en hún bakar líka svona berlínabónur handa fjölskyldunni og þannig að við horfum á gamla leiki sem ég spilaði og þú veist, það veitir mig svona... Ég spilaði alveg líka sko, ég er bróður hans. Hann er ekkert bróður minn sko en þannig að... Hvað er það? Og þannig að... Já, þú getur við hort á öll mistökin sem ég gerði gegnum leikina og læra að gera þau ekki aftur sko. Segðu mér, hver er besta minning þín í körfuboltaframanum mínum? Já, ég skal svo segja það að þegar þannig að ég var 21 árs. Já, ég var valinn í Íslendingaliði til að fara að spila á NBA-liðin. Þú veist, ég vil ekki vera að monta mig en það voru sumir sem vildu fá mig í sitt lið. Ok. En þú varst að segja? Já, ég manna nú ekki, jú, já. Svo var Michael Jordan, hann horfði nokkur sinnum á mig spila og það þú veist, mér er líka. Ok. Og þú veist, ég hef stundum kallað hvíti Jordan. Ok. Já. Já. Besta minning í körfubolta? Já, það var þegar við vorum sett að spila en ég var 21 árs og við vorum í Azerbaijan að spila og þeir hafa nú mjög sterkt landslið og við vorum að horfa á U17 landsliðsæfingar hjá þeim og fengum að skjóta nokkru sinnum á körfuna. Hver er uppáhaldstíminn ykkar í körfuboltanum? Í hverjum leik sko? Hver er tíminn? Segðu mér Steini, af hverju þú kallaðir Steini Þristur? Af hverju? Ég skal nú bara sýna þér. Ég er Steini Þristur og vil að sýna ykkur hvernig á að hitta á 3 stiga.
sumar er í boði að fara í adrenalínsiglingu á pollinum við kíktum niður á Höfn. Við erum með Hermann hérna á Sailing Sport. Segðu mér Hermann, hvað gerirðu hér? Við erum að sigla með farþega, ferðamenn. Á þá adrenalín bátnum ykkar, Jón Pál. Já. Við förum hálftíma siglingu hérna í pollinum og förum út í öldurnar og liggum okkur aðeins. Og hvað kostar eitt svona hálftími? 6.000 krónur. Og hálfgjald fyrir 6-12 ára. Og báturinn ykkar Jón Pál, hvað er hann stór? Hann er 12 metrar á lengd og 360 á breidd. Og er með 350 hestafla 8 cylindra utanbátsmótorum sem er öflugustu utanbátsmótor á landinu. Eru þið með einhverja sérstaklega leið eða farið þið bara út allt hérna? Við erum bara eftir pöntun svona, það er hægt að fara í sérferðir og allavega ferðir sko, en þessi venjulega ferðir eru 30 mínútur og kostar 6.000 krónur. Og það fara flestir í það. Og hvað tekur mikið af fólki í þessum bát? Það eru 18 farþegar og 2 í áhöfn, það eru 20 manns allt í allt. Og hver er búnaðurinn sem hver farþegi þarf að vera í? Við erum með svona galla, hlífðagalla sem er svona smá floti og svo erum við björgunarvesti og svo er það bara að halda sér. Er þetta gaman? Hæ, verið velkomin í brandarann Evu. Ég er Trúður. Fyrsti brandarinn sem ég ætla að segja ykkur fjallar ógæfumann og barþjón. Tilbúinn, ógæfumaður labbaði inn á bar og barþjónin spurði hvað hann bjóða þér. Þá sagði ógæfumaðurinn: Ekki neitt, ég er alkohólisti. Berjum á kynni með stolti, það sem allir eru búin að vera að bíða eftir. Bam, 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 bam! Er Ísak í þessum þætti? Ekki hugmynd, sko. Ég hef nefnilega aldrei séð hann áður, sko. Á hann ekki að vera, á hann ekki Hæ, ég heiti Sigtryggur. Og þetta er í hönnuhornið. Hvað finnst þér í hönnu? Hvað finnst þér í hönnu? Við veit það ekki. Af hverju veistu það ekki? Ég vil ekki tala. What's your opinion on Rihanna? My opinion on... Rihanna, the singer. Oh, yes, okay. Hvor er heitari? Kærastan? Kærastan? Hvað, svona? Já. Mr. Billabong, hvað veist þér um Rihanna? Ég er nú eiginlega volið að góða á henni, sko. Blessa gamli, veistu hvað Rihanna er? Afsakið, hvað finnst þér um Rihanna? Góðan dag, hvað finnst þér í Rihanna? Góðan dag, veistu hvað Rihanna er? What do you think about Rihanna? Mér finnst hún að vera mjög skemmtileg. Mjög skemmtileg, en þér? Æðisleg. Jæja, strákar. Hvað finnst ykkur um Rihanna? Hún er sexy. Hún finnst hún bara góð leikonu í myndinni sinni. Excuse me. What's your opinion about Rihanna? Rihanna? Yeah. A trollop? Really? Hvað finnst þér um Rihanna? Ég hef ekki hvað að segja. Okay, what do you think about Rihanna? Rihanna? Excuse me, what do you think about Rihanna?
Hvert þitt álit á Rihanna? Okay. Veistu hver Rihanna Nei, ég veit ekki hver. Afsakið. Þú fá einn árabát og Pepsi og álit þitt á Rihanna. Við erum að sleppa árabátnum með Pepsinu. Takk fyrir. Hvað finnst þér Rihanna? Ekkert álit. Blessa gamli, hvað finnst þér Rihanna? Ekki góð? Okay. What's your opinion about Rihanna? Yes, I can have a full night. Gone. See. Dum, 78. Flottu banki. Rihanna! Góðan daginn. Það er álit þitt á Rihanna. Það er góð, takk hérna. Myndirðu giftast Rihanna? Nei. Hi, excuse me. What do you think about Rihanna? No, Rihanna, the singer. Yeah. Góðan dag. Ég svolítið busy. Nú, ok. Afsakið, veistu, hvað er þetta YOLO sem allir þetta tala um? Þetta YOLO. YOLO? Hvað finnst þér Rihanna? Hvað finnst þér Rihanna? Hver er Rihanna? Það verður með samkvæmt í alveg. Nei, þetta er fáránlegt. Núna. Nú máttu gleyma óttanum við þið sífökula auga stóra bróðurinn. Þessi stað búa þau undir aukinn þægindi. Vísindin hafa lýst yfir stríði og hendur öllum smávandamálum hversdagsleikans. Og innan tíðar verða örsmáar rafrænar blaður skjóður farnar að vaka yfir öllum hlutum í kringum okkur. Þá kom ég á lokum. Þá komum við á lokum hjá okkur þessar viku. Takk fyrir okkur. Farðu í rask.